Góða kvöldið, kæru áhorfendur og hlustendur. Við erum hérna í rauðum raunveruleika aftur og í þetta skipti erum við með Þórólf Júlían Dagsson, félag okkar og vinur og maður sem hefur verið lengi í félagsstarfi og meðal annars í Strandveiðifélagi Íslands sem er fólk sem fer út og veiðir sjálft á sínum minni bátum og fá úthlutaðan ákveðið magna kvóta til þess. Og í kvöld ætlum við svolítið að ræða kvótakerfið og misskiptinguna á auðlindin okkar í hafinu. Blessaður Þórólfur og Ísabella, sæl. Blessuð, takk fyrir að bjóða mér. Já, bara velkomin, gott að fá þig. Man hefur lengi langað að fá þig. Já. Hvernig líst þér á verbúðina? Hún var að klárast í gær. Herðu, leiðilegt að maður fékk að upplega kannski hvað maður að segja, halan á þessu. Já. Þessari verbúðastemningu og hún er mitt hún er svolítið til staðar þegar kemur að smábátakerfinu. Við erum einmitt að sjá það í dag að náttúrulega samþjöppunin sem er að verða, sem er búin að eiga sér stað í stóra kerfinu. Það er engin litlir einstaklingar eftir þar lengur. Að hún er eiga sér stað núna í minna kerfinu. Og það er ennþá smá verbúðastemning hjá, einstaklingu sem er að reka sína línubáta sjálfur, það er þeirra að fara út á landi, ég er búin að vera hérna út allt land, og maður er búin að sofa í ýmsum krumma skurðum og einmitt fara hérna fara á pubin með félagunum þegar á kvöldin og og ég kannski með húsnæði eða býrum bara í bátnum, þannig að þetta er gaman að fylgjast með þessu. Sjá stemningunum sem var og er ennþá smá kannski til staðar. Já, að vissu leyti, góðu partarnir, ekki Já, það er miklu skárra. Já, sagan er að endurtaka sig, Já, ég er bara að tala þessi samþjöppun, sem er að eiga sér stað og við sjáum það bara að í minni kerfinu, nú eru stóru fyrirtækin að sækja miklu meira inn í minni fiskveiðistjórn, eða inn í smábátakerfið, fyrir þá sem viti ekki að þá eru fisk, eða kvótakerfið okkar skipt, það er stærri bátar og svo minni bátar og það er líka krókaaflamark og netaaflamark og þetta er nú eru Já, þessi 4 flokkar Já, eða gróft til tekið. Og það sem er að gerast núna í dag er það að árið 2008-2009 eitthvað svoleiðis, kannski aðeins fyrir tíman, en þá voru sett lög á Íslandi sem að heimiluðu stækkuðu skilgreininguna á smábátum frá því að vera 12 metrar og yfir í það að vera 15 metrar. Og þessi 15 metra línubátar eru bara, með stundum mikið á línu og sem eru að þessum stóru kannski helmingin að því sem stóru línubátarnir eru með, sem eru í stærra kerfinu. Og þetta eru mjög hagkvæmir bátar. Ég ætla ekki að segja að þeir segja það ekki, ég hef unnið á svona bát, en vinnuálagið er gríðarlegt. Og það vantar svolítið eftirlit með því að vera með 4 í áhöfn sem er að draga svona mikla línu, það er lítið svepp en menn alltaf reyna að gera sitt besta. Er þá ekki helmingi fleiri eða helmingi færri starfsmenn á þessum helmingi minna báti? Ef þú ert með línubát, bara tökum sem dæmi, við bara tökum stóran línubát frá Vísi sem er kannski 20-30 metrar langur, það er 24 metrar, 30 metrar, að þá eru þeir ég man ekki alveg hvað er mikið á krókum. Þeir eru meðalega slatta, en lítill línubátur 15 metra, hann er kannski með 32.000 króka. Og vandamálið er það á stærri bátunum að það er náttúrulega unnið af vöktum. Það er bara 8 tímar. En á þessum smærri það tekur gríðarlegan tíma að leggja línuna og draga hana og náttúrulega landa, og þegar að einstaklingarnir í stærri bátakerfinu koma í land, þá náttúrulega er löndunargengi sem landa þeirra, þeir þurfa ekki að sjá það. En þeir sem eru á litla bátnum að þeir landa sjálfur og þetta er rosalega mikil aukavinna. Já, akkurat. Já. Og hvernig virkaði þeir saman 8 á bát? Eru þið allir með einhvern ákveðin hlut eða kvóta sem þið fáið? Það er ekki 8. Það er á 15 metra bátunum. Ég hef verið á. Þá það er kokkur og það er vélstjóri, það er háseti og skipstjóri. 4. Og ég er að velta fyrir mig hvernig það virkar með þetta strandveiðakerfið, þá er ákveðin kvóti sem er alltaf úthlutaður í þetta, ekki? Að fólk getur farið basically bara sjálft og ná sér í fisk. Nei,
Það nefnilega ekki raunin. Sem sagt, það sem gerðist hérna var að það fóru nokkra einstaklingar út og það kallast Hvanneyrarmálið. Að þeir voru að róa kvótalaust og ríkið stoppaði þá og Bara fyrir nokkrir gaurar? Já, bara þeir voru á sínum bátum og fóru og réru og lögreglan var alltaf bara innsiklaði bátana þeirra og þeir voru handteknir og bara bannað frá þessu og þeir kærðu til Mannréttindadómstóls Evrópu. Og Mannréttindadómstól Evrópu skikkaði Íslenska ríkið til þess að út af því að Íslenska ríkið var að brjóta lög og stjórnarskrána líka út af því að það er eitthvað ákvæði í stjórnarskránunni sem að Frumbyggjaréttur, var það ekki? Nei. Það frumbyggjaréttur eitt en ég held að hann sé ekki í stjórnarskránunni, sko. Það er réttur til þess að stunda þá atvinnu, skilur, sem að þú vilt stunda, skilur, og það sé ekki vera að takmarka allt of mikið, nema sko almannaheill stafi ógnaði, skilur. Og strandveiðikerfið ekki, ég get ekki farið á línubát og eitt. Ég má bara nota handfærarúllur, ég má bara veiða 750 kíló frá maí og fram í ágúst. Maí, júní, júlí, ágúst, já. Þetta eru 4 mánuðir og ekki nóg með það. 750 kíló á þessum 4 mánuðum? Nei, 750 kíló á 4 sinnum í viku, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag má engin veiða í strandveiðikerfinu. Og það er nefnilega svo merkilegt við þetta, skilurðu, að það er verið að takmarka veiðarnar svo rosalega. Og málið er að þú veður og vindar, þeir spyrja ekki, það er kannski óveður á mánudag, þriðjudag og miðvikudag, en gott veður fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag. Skilur. En það má ekki veiða. Það má ekki veiða. Og það sem hefur verið að gerast er það að menn að fara út í vondum veðrum og bara stofna lífið sín í hættu. Sko. Já, akkurat. Þannig að þetta fer að vera svolítið kapp upp í tíman. Sko. Strandveiðikerfið, já þetta bara svona strandveiðikerfið eins og en svo eru líka fleiri hömlur. Þú veist, ég má ekki, ef það bullandi veiði á þorski fyrir utan Sandgerði, bara í maí sem það oft þegar það byrja að þá sem sagt og svo minnkar fiskveiðin í júlí, ágúst þá má ég ekki sigla upp á Patreksfjörð og fara að veiða þar út af því það búið að skipta landin í eitthvað svona helminga sko. Þannig að takmarkanirnar í kerfinu sem sagt að segja það að þetta sé svona opið frjálst kerfi þar sem ég get stokkið borð og bara fengið með bát og farið út á sjó. Mér skildist alltaf að það væri þannig einmitt. Nei. Það væri bara ákveðin tími þar sem ef þú átt bát og átt heima á Ísafirði eða eitthvað þar, þá máttu bara sigla út og náður í eitthvað ákveðin magn. Nei, og þú hefur bara 14 tíma á dag. Okay. Sem sagt, þú mátt bara vera út í 14 tíma og þú mátt bara veiða 750 kíló á hverjum degi og sko, sem þýðir það að bara segja eins og svo, þú ert á bát sem að gengur kannski bara 8-9 mílur. Og það er kannski aðeins lengra í miðin heldur en bara það tekur þig lengri tíma skilur að sigla og það tekur þig kannski það tekir kannski 7-8 klukkutíma 9 klukkutíma að sigla þú siglir út á miðin veiðir 750 kíló og þá þarf það að sigla tilbaka sem 8-9 tímar kannski þú sér það 9 klukkutímar 2-9 og þetta talið bara tíminn sem bara frá því að leggja úr höfn og koma aftur tilbaka, það þessi 14 tíma klukki og þegar komið tilbaka þá fara að vakna svona efasemdir að er þeir að brjóta lög eða Já, sko það er verið að hugsa það að menn alltaf sé ekki að stranda út, þeir ekki búin að sofa neitt það er alveg skiljað en þú veist þú sér það, þú ert að sigla, það eru 9 tímar og svo 9 tímar tilbaka, það eru 18 tímar og málið er að þú veist það sem að menn gerðu hérna áður fyrir þegar kerfið var frjálst var það að þeir sigldu út á miðin, skilurðu. Þeir veiddu, svo lögðu þeir sig, svo veiddu þeir og kom í land. En þetta má ekki, þú veist. Og sko rökin fyrir því að þú veist, já, að þú meir ekki fara út á sjó og leggja þig og fara svo að veiða út að þú sildir á miðin, skilurðu. Það er ekki, þú veist, það er ekki hægt að færa neinn rök fyrir því, skilur. Þú veist, ég skil rökin að já, þið megi ekki vera í 14 tíma, meir en 14 tíma út af því að þá eru þið kannski að fara að sigla í land þreyttir, sko. En það er bara til einföld lausn á þessu.
þú veist, 750 kíló á dag, þú veist, til þess að koma á móts við hérna smærri bátana, og þá væri hægt að vera með sko, þú veist, 2 sinnum það, og þá bara landaru daginn eftir, skilurðu. Mér finnst mjög skrítið hvað reglunar eru svona strangara því að nú var ég í Noregi og frendi mín býr þar og hann var að segja að hver einasti normaður má veiða 2 tonn af fiski. Það bara réttur hvers og eins. Já. Þau eru töluvert fleiri við, hvað eru þau, 6 milljónir, 5-6 milljónir eða eitthvað. Og þau eru líka miklu nær Evrópu, þar sem miklu fleira fólk, skilur. Við erum okkur eyðieyju. Með risa mið. Endalaust sjó, skilur. Við erum bara lítill blettur hérna. Svolítið skrítið að þetta sé svona, þú veist, er þetta að því að við erum búin að selja svona mikið af sjónum, eða af einhverjum hluti af sjónum til erlendra afla, eða af því að við erum alltaf að selja svo mikið af fiski út í heiminn. Af hverju heldur þetta sé að reglunar séu þarna svona rosalega strangar? Sko, við erum ekki búin að selja sjóin okkar til neinna erlendra aðila, það náttúrulega ríkið sem sér þetta. En hérna er merkilegt að skuli samt nefna þetta, út af því að sko, hver munurinn á því að selja öðru landi, skilur okkar veiðiheimildir, og þessir, sko, þetta, bara segjum sem svo Bretar væri bara samherji. Hvað, erum við ekki nákvæmlega sömu stöðu? Jú. Við erum búin að taka auðlindirnar okkar, og þú veist, það eru þeir sem eru að hamla og standa á bremsunni. Þeir vilja ekki strandveiðikerfi. SFS hefur talað það. Þeir hafa reynt að tala það að fiskurinn sem að kemur frá strandveiðibátunum séu svo lélegur. En bara markaðirnir í Evrópu, þeir hrópa á strandveiðifisk. Það vilja allir strandveiðifisk og það er ástæðan fyrir því að þeir eru að færa sig yfir í minnakerfið út af því að þeir eru að fá fiskinn í land sem fljótast. Og hérna fiskur sem veiddur með trolli það er minnkandi eftirspurn eftir honum. Fólk að leita gæðum, fólk að leita að fisk sem að, þú veist, er ferskur og þú færð hann ekki á frystitogara, þú færð hann ekki á ísfisktogara, þú færð hann ekki á línubáti og vísir, skilur. Þeir eru ekki að frysta, eða þú veist, þú ert að fá gamlan fisk þar, skilur. Þannig að sko, í raun og veru að þá eru markaðirnir að ýta á það að við sem sagt minnkum bátana, séum með fleiri báta og séum með fjölbreyttari aðferðir til þess að veiða. Tökum bara togveiða sem dæmi. Það var að koma ný rannsókn núna nýlega það í sambandi við togveiðarnar að togveiðarnar þjappa svo rosalega mikið botnin og það næri ekkert, lífríki næri ekkert að koma sér eftir á skrið. Það er nálægt landi. Þeir eru farnir að færa sig nær og nær landi, sko. Það er nefnilega mitt vandamál í heiminum og í sambandi við loftslagsmál og þú veist, að lífríki sem er næst landi, að það er mikilvægast fyrir dýrin, af því að þau, þú veist, eru að fylgja sér og þau eru thriving þar. Það er alvarlegt mál að það sé að gera. Það er það. En svaraði ég spurningunni þinni ekki alveg? Nei, ég veit það ekki alveg. Við vorum að spá í reglugerðarskvóta. Já, þú veist, hvort að það væri ekki sniðugt að hafa eitthvað þannig í Íslandi, þannig að hver og einn maður eigi rétt á að, þú veist, fara og veiða sinn fisk. Þó sé ekki nema 100 kíló, þú veist. Og því að auðvitað ekkert allir normenn að fara og veiða fisk, skilur. Nei, það er rosa skemmtilegt á nefni þetta, því að þegar ég kem, það var pengist við, sko. Þegar ég kem eftir hrun, þá fer ég til Noregs og ég fór að veiða í Noregi og ég sá hvað kerfið var opið þar og ég kom til Íslands einmitt út af því að ég sá að kerfið í Noregi virkaði, skilur og það er nefnilega normenn þeir eru að beita allt öðruvísi aðferðum þegar kemur að því að mæla stofnstærð til dæmis. Þeir eru farin að nota, þú veist, þeir eru komin með nýjar aðferðir til þess, þeir vita nákvæmlega ekki nákvæmlega, en þeir vita miklu betur hversu stór stofnin er, fiskstofnin í kringu landið, þú veist. Þeir eru búin að taka, þeir byrjuði 2016 að skoða svona bjóðu til þetta forrit sem að þeir eru búin að vinna sem að mælir stofnstærð út frá mismunandi aðferðum, sko. En við erum ennþá hérna með eldgamlan togara sem er að, þú veist, brotna í sundur. Nú sem betur fer held ég að sé verið að kaupa nýjan, sko. En þeir eru alltaf að beita sömu aðferðum til þess að mæla, skilurðu, stofnstærðina.
Það líka, sorry, en að þessi skip sem að veiða, þessi stórfyrirtæki sem að veiða fiskinn í kringlandi, fá einhvern ákveðin kvóta og svo eru þau í flestum tilfellum ekki að veiða miklu meira en það sem þau mega. Jú, þú ert að tala framhjálöndun. Það ekki algengt, eða? Það minna það í... En hvernig getur maður vita? Af því það auðvitað ekki skoða hvernig einasta bát sem kemur til landsins. Það ávigtað, þegar það kemur í land og svona. En maður vikta með tímislegt, ég veit ekki hvað ég á að þóra að tala mikið framhjálöndunir. en málið að ég get alveg setti það, jú, það landa framhjá. Og það alveg duglega að landa framhjá. En í flestum tilfellum að þá, sem sagt, jú, ég get ekki sagt í flestum tilfellum séu það aðilar sem að reyna að bjarga sig sem að kannski, að leiga kvóta annað. En það náttúrulega það sem gerist þegar þú ert með ójafnvægi í einhverju kerfi, að það fara einhverju svindla, skilurðu. Og svo eru náttúrulega þeir sem svindla bara út af því að þeir get ekki hægt að tróða peningum í vasana sína. Bara græðgi og skammtíma hugsun. Framhjálöndunin sem sagt, hún eiginlega tvískipt. Við erum með beina framhjálöndun sem það að ég fer út á sjó, þrískipt. Ég fer út á sjó, ég veiði kannski 5 tonn af þorski og svo kem ég í land og ég læt nonna henda 1 tonni af þorski á bílinn og hann keyrir í burtu skilur og svo hitt vigtað og þá ég allir með 4 tonn Svo það önnur aðferð sem er sú sem að stórútgerðina hafa beitt sem mest og það ísprósenta. Þá fer báturinn út á sjó og þegar hann kemur í land og þá hann vigtaður og þeir segja kannski þið voru með bara 5 tonn af 5 tonn af fiski. Svo fer það upp í hús og þá þessi fyrirtæki með svo kallað endurvigtunarleyfi. Þannig að þeir vigta körinn aftur og sía ísinn frá sem að í körunum og segja svo það var 25% ís. Já. Þannig að þú veist, þá eru þeir að stela meiru heldur nonni sem hendi fisknum upp á bílskilur og keyrir í burtu. Skala. Já, en þeir komast upp með það. Skilur, þetta er bara snjallari leið á því að svindla og málið að það auðveldari fyrir stóra fiskina að svindla heldur en svolítið. Það mjög oft þannig. Og málið að það var gerð skýrsla 2008 sem þá var íslenska ríkið að reyna að komast af því hvaða væri sem að olli því þeir voru að reyna að bæta nýtingu á fisk, fiskurinn sem við veiðum, þeir vildu fullnýta fiskinn. Og þá var farið í það að skoða hvað að flytja út mikið af fiski og hvað að veiðast mikið af fiski, hvað að vinna mikið af fiski og þá komust þeir að því að það var að flytja út bara miklu meira af unnum fisk heldur en að veiddur upp á sjó. Unnin fiskur þá að skera hausina og hrygginn og taka innyflin úr og það þarf svolítið mikið magn til þess að fara fram úr því, skilurðu. Og þeir sem gerðu þessa skýrslu, hún til frá 2008, ég man ekki hvað hún heitir, bara þú veist að þetta örugglega Google hana, 2008 bara skýrsla fullnýtingu fiskafurða í kringum Íslandi eða eitthvað, skilurðu, ef eitthvað vill skoða hana, hún opinber, þessi nefndamenn, þeir hringdu í tollinn og vildu fá að vita hver var að flytja út hvaða fiski. Þeir hringdu í Hagstofu og vildu fá upplýsingar líka þar. Fyrst hringdu þeir í Hagstofu því að Hagstofa þarf að halda utan um þetta. Hagstofa sagði bara þetta eru bara leynilegar upplýsingar, við megum ekki opinbera það hvaða fyrirtæki að flytja hvað út og bent á tollinn og tollinn sagði bara nei, við ætlum ekki að taka þátt í. Þarna spilling. Það búið að finna massíft svindl og hvað gert? Svo bara þetta borðið. Akkurat, eins og með Samherjamáli í Namibíu kannski. Það bara virðist ekkert verið að gerast þar. En þetta svona, ef við tökum heildarmyndina og svo líka það sem við erum átt okkur á því það að alltaf þegar það hefur verið að ræða kvótakerfið og þegar það kemur að því þegar all þjóðin búin eins og núna 60% vill breyta kerfinu, að þá byrja þeir, en það verður að borga þeim tilbaka og það viljum við vera aftur eins og 1984. Þegar að menn segja 1984 þá eru að tala að það voru mörg fyrirtæki sem fór á hausinn og annað. Það var bara því að fiskverð var bara miklu lægra. Fiskverð, ef þú tekur 1980 og reiknar út bara hversu mikið verðgildi gjaldmiðilsins búið að færast og ert með fiskverði þá og fiskverði nú og þá ég að tala að þá búið að gera ráð fyrir því að það hefur orðið verðbólga. Að þá er fiskverð
búið að þrefaldast. Vá, ok. Já, þú veist. Það er ekki smá. Já. Þannig að bátarnir sem voru að fara á hausinn þá, við hefum getað verið með alla þessa báta og örugglega bætt svona 50% aukalega við og samt verið í hagnaði, skilur þú veist, Já. í dag. Mér finnst það einmitt mjög skrítið af því að mér finnst fiskur mjög dýr á Íslandi og það er svo skrítið af því að Við erum að veiða svo mikið á hann. Já, og samt eru að borga alveg, kannski ekki alveg fjárhæðir, en þú veist, þetta er næstu jafn dýrt og bara nautalund eða eitthvað, að kaupa sér lax út í búð. Einmitt. Eða þorsk, eða þú veist, ef hann er ferskur, svo náttúrulega annað ef hann er frósinn, þá er hann þessu út í það. En það er alveg skrítið með það. En mér náttúrulega líka að spyrja þig, er ekki veiddur túnfiskur í kringum landið? Sko, það er, jú, þeir eru að reyna að fá íslenska aðila til þess að veiða túnfisk. Það voru hérna aðila sem fóru á stað. Ég fóru nú eiginlega að nafngreina á því að síðast ég nafngreindi, það var allt vitlaust. Það var einu fundi, en það var fyrirtæki sem fóru að veiddi túnfisk. Og hérna... Hvernig túnfiskur er það? Bláugafur túnfiskur. Okay, það er topp-end dýrasta. Og það er til í kringum Ísland? Já. Af því að ég heyrði, af því ég vinn á veitingastað, að hérna, að það eru japansk skip sem koma og veiða túnfiskinn, fara með til Japan, skera þar, síðan kaupi við það af þeim. Já. Þannig að það er, þú veist, fer fram og tilbaka. Já. Þannig að við fáum túnfiskinn sem dýra túnfiskinn sem að færa á veitingastöðum. Einmitt. Og það er svolítið skrítið fyrirkomulega. Það er skemmtilegt að þú nefnir þetta á þetta því að sem sagt, hérna, sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi þau segja að þau séu sko, það er besta tæknin og við erum fremst í öll og þetta á að vera voða flott sko. Mjög hagkvæmt segja þig. Já, það kann ekki að veiða túnfisk. Það er fullt ánum. Og það eru japansk fyrirtæki sem verður að gera það, þú veist. Af því þau kunna það. Já, en það er sem sagt, það er að vera breyting á þessu út af því að við fáum úthlutaðan ákveðin kvóta út af því að þetta er sameiginlegur stofn, hann ferðast svolítið. Og hérna, við höfum ekki verið að nýta einmitt. Það hefur verið Japanir sem er að nýta. En varðandi þetta skip frá þessu fyrirtæki, þeir fóru að veiddu túnfisk og sem sagt, það var haldin rosa veisla þegar þeir komið í land og túnfiskurinn var tekin út og það var vísir var þarna að taka vídeómyndir til vídeo þessu. Svo náttúrulega fluttu þeir út og þetta var bara allt ónýtt. Okay. Það var ekki að nota þetta var bara, þessu var bara hent, bara sælt í gúan á. Var það svona fljótt að mygla eða var það bara lélegur fiskur? Fiskur í kringum Íslandsstrendur, bara tökum sem dæmi þorskurinn, að hann brotnar alltaf öðruvísi niður heldur en túnfiskur. Túnfiskur er sem sagt hann molnar svolítið svona og verður svona sleppilegur. Já, þetta er sem sagt rauð, svona, bara ef við tökum bara sjónrænt, skilur við, túnfiskur og makríll, þeir eru svona sama meiði, sama ættstofni fiska, skilur við. Þú veist, þeir eru ekki með sundma, þetta eru tunduskeiti, skilur við í sjónum. Og hérna, þegar fiskhold af þessum fiskum brotna niður, fisktæknifræðingurinn í mér að tala núna, ég gerði mitt ritgerð þetta, að þá myndast histamín og histamín er taugaeitur, skilur við. Þannig að þú veist, ef að þú ert að veiða makríl og þú vinnur hann ekki rétt, skilur við, eins og gerðist hérna þegar makrílaðið byrjaði, það fylltust allar frystigeymslur af makrílina sem að veiddur í flotról og meiri en helmingurinn af þessu, meiri hlutin af þessu var ekki ætur, skilur við. En var hann til að byrja með áður hann fór í frystikistuna? Þú veist, leit hann þá alltaf leið út? Verður hann óætur í frystikistunni? Nei, sko, þegar að stóru skipin voru að veiða, þá notaði náttúrulega, þeir eru að nota troll, risastór troll og þegar þeir voru að taka mikið af magni af makríl, þannig að skipið getur bara fryst ákveðið mikið af makríl. Það þarf að keyra þetta í gegnum vinnsluna og annað og jú, það voru sumir sem gerði þetta fínt, þeir tóku minni hól, en sumir voru bara svo æstir út af því að það átti að fara að kvótasetja þetta. Að þeir náttúrulega bara, þeir tóku bara 100-200 tonna hól, skilur við. Og það var bara fiskurinn, makríllinn sem er neðst í trollinu, hann er bara orðinn að sósu, skilur við. Já, meinar, þannig, bara kremst. Og þeir voru ekkert að spá í því, skilur við, að það var bara, þú veist, við erum komin aftur út fyrir umræðið. Nei, en þetta er samt svo mikilvægt því að eins og þeir vilja fara að gera núna er að efla þessi minni báta, eða ekki? Sko, það er það sem við viljum gera. Ok, það er það sem við þurfum að gera. Já, það er það sem einmitt. Það er það sem að íslenska þjóðin vill, en fær engur á það. Greinilega ekki. Það eru líka komin inn í svona sósíalíska pælingar að það eru minni, fólki er að vinna fyrir sínum pening, það fær þá peningin af sínum báti. Já, sko, dreifðar eignar allt. Hugmyndin
sko hugmyndir það hvernig fiskveiðistjórnarkerfið sett upp í dag, það ekkert kapitalist. Þú veist, ég sem einstaklingur hef ekkert jafn mikinn aðgang inn í þetta kerfi, skilur við. Þetta ekki frjáls markaður. Þetta ekki frjáls markaður og sko bara tökum sem dæmi, samkeppni. Það svo kallað verðlagsstofuverð. Sem sagt, ef þú ert að vinna hjá bara Bobba EHF og Bobbi EHF, hann á bátinn, skilur, og hann með fiskvinnslu og þú fer út á sjó og þú veiðir fisk og þá sem sagt sérstök svona stofnun sem heitir verðlagsstofnun eða verðlagsstofa og þá ákveða þeir og það í reglunum með þeim að sem sagt, þeir taka mið af íslenska fiskmarkaðum og aðeins farnir að taka erlend verð líka inn í það og sem sagt, þá borga þeir þér hlut sem sjómaður út frá 80% markaðsverði, skilur við. Okay. Þannig að ef að Siggi, eða bara, þú veist, Þórólfur Júlían Dagsson fer út á bát og veiði fisk, kemur með hann í land og setur hann á fiskmarkaðinn, ég fæ, þú veist bara, það náttúrulega boðið í fiskinn, skilur við, þetta opinn frjáls markaður og hérna Nonni með fiskvinnsluna, Nonni sem bara með fiskvinnslu, að hann kaupir fiskinn, hann kaupir fiskinn á markaðsverði sem 80% yfir verðinu sem að stóri aðeilin þú veist, kaupa hann á að hérna hann náttúrulega borgar fullt verð, skilur við. Svo það líka annað að þegar að hérna Bobbi EHF að sem sagt hann tekur og reiknar út verðgildi að fiskunum sem búið að veiða í bátnum lætur þið borga kostnaðinn af veiðarfærunum og öllu, skilur við, þú tekur þátt í olíukostnaðinum, skilur við, og svo tekur hann svo færð þú borga út frá 70% af heildaraflaverðmæti, skilur við. Þannig að þú færð, þá tekið þá sagt, hérna, við veitum þetta mikið af fisk, nú tökum við hérna 30% beint til útgerðarinnar, svo alveg, hérna, þá þið búinir að taka 20% af, sem sagt, ofan á fiskverðið. Já. Ertu að fylgja mér? Já, ég held það. Já, sem sagt, verðlagsstofuverðið, 80% af hérna, markaðsverði, skilur við. Og þegar þeir borga sjómönnunum fyrir fiskinn, þá taka þeir 70% af heildarverðmæti fisksins sem að veiddur og skella það í vasann hjá sér. Þannig að þá þeir búin að taka, við getum alltaf ekki reiknað prósentur ofan á hver aðra, við getum ekki sagt, þá þeir búin að taka 50%, það ekki alveg þannig, en ég veit ekki alveg að það eitthvað 30-40, eitthvað svoleiðis, eitthvað ekki 30-40%. Og þá, semst, litlu fiskvinnslufyrirtækin, sem náttúrulega bara, þú veist, aðilar sem að vilja bara, ef þú vilt opna fiskvinnslu, þú getur ekki keppt við þetta. En samt eru aðilar á núti sem geta keppt við þetta og strandveiðikerfið hefur haldið þessum fiskútflutningi gangandi, skilur við. Út af því að þeir sem halda, eru í þessari vinnslu, þeir fá til sín strandveiðifisk, besta hráefni sem þeir geta fengið og markaðirnir eru brjálaðir innan fisk. Það vilja allir hennar fisk. Þar kemur samkeppnisforskot. Já. Og það brjóta þessi stóru risa. Einmitt. Þess vegna svo mikilvægt fyrir þessa aðila núna að brjóta niður þetta kerfi. En málið markaðurinn. Hann að biðja smærri báta. Hann að biðja fisk, meira, þú veist, ferskari fisk. Hann vill quality over quantity. Og svo bara líka, hvað er heimurinn að biðja? Hvað við að reyna að gera? Við erum að reyna að minnka gróðurhúsalofttegundir, við erum að reyna að minnka losun, við erum að reyna að fara betur með umhverfið okkar. Betur með stofnana og dýrin öll. Já, minni bátar, skilur við. Ekki að, þú veist, togarar eru nauðsynlegir í sumum tilfellum, skilur við. Fyrir hvaða fisk eins og? Sko, það náttúrulega bara, til dæmis mjög vont veður. Þá ferði ekki út á litlum bát, skilur við. Það væri hægt að vera með minni línubáta, skilur við, en málið bara, þú veist, að ef við myndum breyta þessu öllu og fara bara yfir í minni báta, þá gætum við aldrei fullkomlega að klára kvótann, skilur með hérna þessum minni bátum. En það ekki bara hlæg? Jú. Og þá verður komið bara fleiri minni bátar því þá fjölga fiskarnir. Já, það akkurat. Og sko, hvað ætla ég að segja? Sko, kannski bara tilgangur strandveiðifélagsins? Já, hvað tilgangur strandveiðifélagsins? Bara svona mikilvægi þess að Við erum komið með í þessum stóru fyrirtækjum, það er orðinu rosalega samþjöppun og það er búið að gerast yfir nokkra áratugi að fyrirtækin að kaupa upp hvort annað og í rauninni að eigna sér allan kvótann og til þess aðeins vitna í umfjöllun Kjarnans fyrir stuttu að það voru að taka saman
hversu háar arðgreiðslurnar hafa verið til eigenda þessar stærstu útgerðarfyrirtækja. Og frá 2009 hafa sjávarútvegsfyrirtæki greitt sér 126,3 milljarða í arð til eigenda. Frá hvað ári? Frá 2009, segjum. Okay. Já. Og í lok ársins, núna 2021, þá áttu þessi fyrirtæki 325 milljarða í eigin fé og þau sitja á þessu og þá spyrir maður, og maður sér þetta og heyrir að börn þessara manna eða fólks sem á þessu fyrirtæki, þau eru að erfa þetta áfram. Þannig við erum í rauninni með þessu kerfi búin að búa til eitthvað svona gríðarlega forréttindastétt sem að fær þetta bara í hendurnar, ekki að þau eru hæfust eða eitthvað svoleiðis, það er bara út af mjög háð tilviljun og bara hvernig hlutinir hafa þróast. Það er bara svona konungsfjölskyldunar back in the day. Já. Það er bara fæðast inn með silfur ausu upp í raskatuna heldur betur og bara lifa ógeðslega góða lífi. Hún er úr gulli og demantur á endanum sko. Er strandveiðikerfið eitthvað sem við getum reynt að nota og styrkja til þess að dreifa þessari auðlind, að fá meira út úr henni á dreifðari hátt? Sko, ef að bara segjum sem svo, ef að bara til Íslendinga skilur, bara á yngri kynslóðarinnar, ef að þið viljið nýta það sem er auðlindin okkar allra í framtíðinni betur, að þá á að opna þetta kerfi, gjörsamlega upp á gátt. Þú getur ekki veitt upp allan fiskinn með handfæraveiðum, út af því að það er búið að rannsaka að kjörhæfni sem með veiði geta handfæra er 0,06%, sem þýðir það að þú ert með 1000 fiska niður í sjónum sem eru að elta færið, þá er einn sem býtur á. Þú getur ekki ofveitt með þessu veiðarfæri. Þetta er umhverfisvænar heldur en allt. Þú ert ekki að skrapa botninn. Þú ert aðeins að taka fiskana sem eru hungraðir, skilur. Og þá erum við kannski að taka, skilur, einstaklingarna út úr fæðukeðjunni sem að kannski, eiga erfiðara með það að fjölga sér og halda áfram og annað, skilur. Og svo er það líka annað. Að til dæmis við erum ekki að nýta allan ufsakvotan, ég held að á síðasta ári þá voru 20.000 tonn sem voru ekki veidd af ufsa. Árið það áður, þá var það 30 og eitthvað þúsund og ég tók eitthvað svona 10 ára tímabil aftur í tíman, það er aldrei náðst að veiða allan ufsakvotan. Það kemur ekki til greina að opna eitthvað á strandveiðir meira með þann kvóta? Þú mátt fara og veiða ufsa, en þannig kemur aftur að þessum takmörkum. Þú mátt bara landa ufsanum í Hafró. Þú mátt taka eins mikið af ufsanum þú vilt, en það er að landa honum í Hafró. Sem því það Hafrannsóknastofnun kaupi fiskina þér á einhverju ákveðnu uppsettu verði. Þú fara ekki að setja hann inn á markaðinn, skilur við. Og það, allar þessar hömlur, hugsið ykkur. Ef að þegar að þetta kerfi var sett á sínum tíma, þá sagði Mannréttindadómstóll Evrópu að sagði að þetta verið skref í rétt átt, við varum ekki alveg komin þangað, skilur. Og það hefur bara verið að bætast í þessar hömlur, sko. Ef að ég og þú kaupum okkur bát núna og förum bara út á sjó og förum að veiða ufsa, ég get ekki stoppa okkur. Ég held að Hafrannsóknastofnun myndi ekki einu sinni reyna að stoppa okkur, lögreglan myndi ekki einu sinni reyna að stoppa okkur. Þeir hafa enga forsendur fyrir því. Af því að það er svo mikið að kvóta til á honum. Já, út af því að það er búið að brenna upp fleiri 100.000 tonna ufsa á ári, ekki 100.000. En þessar upplýsingar sem mástu skoða síðustu ár, að þessi ekki búið að nota kvótan fyrir ufsan, en með, þorskinn og það sem hefur verið að ég hafði allan að heyrt að þeir væri að veiða miklu meira en það sem kvótinn lætur með. Það eru ekki til nein röng það? Það er í raun og veru öll gögn fiskveiðar Ísland bara hálfgerður uppspunni, og ég meina það sannaðist þarna í þessari skýrslu sem sýnir það að það er verið að flytja út meira af unnum fisk heldur en kemur upp úr sjó, skilur við. Að það er við erum ekki fiskveiðiráðgjöfin sem var sett á fyrst þegar kvótakerfið byrjaði, það voru 250.000 eða eitthvað. Við erum á samstað, með magni sem við meðum veiða, skilur við. En við erum að veiða miklu meira, skilur við, en það má bara ekki tala það. Það er til skýrslum það, sem sýnir það, en það er ekkert búið að gera í því, skilur við. Og það er kannski bara of margir involveraðir að græða hérna og þar á því að vera að gera þetta.
Já, sko, kvótakerfið, eða sérst, þeir sem að halda á fiskveiði auðlind okkar Íslendinga, skilurðu, og sem betur fer ekki búið að breyta lögunum þannig að við getum ekki bara afturkallað þetta. Bara sagt, þeir ekki, við ætlum ekki að úthlita hérna til eitthvað þetta árið, það eru uppboð. Þeir geta ekkert sagt. Þú veist, nema, og þetta kom fram í hvað heitir þetta þátturinn sem er búið að vera að rýna hérna? Akkur er það dottið úr mér? Verbúðinni. Já, verbúðinni. Að semst þegar þeir samþykktu framsalið, að þá er svona tæknilega næstu því hægt að sko, þá geta næstu því farið, þú veist, það væri hægt að reyna á skaðabótamál, skilurðu á hendur ríkinu. En málið er að það segir líka að meir ekki veðsetja kvotann, sem er lögbrot. Og fiskútgerðirnar sem að hafa sem sagt, tekið út lán og keypt kvóta, hafa veðsett skipið. Já. Þannig að ef að þeir ætla að fara í íslenska réttarkerfið, ef að réttarkerfið okkar væri ekki, þú veist, vonandi, þá við rétta dómara, ég held að þetta er eitthvað sem er að fara fyrir erlenda dómstóla, skilur, því að við höfum ekki, það er orðin svo mikil spillingar, það eru erlendir aðilar að taka þetta, að þá hérna skal ég þér segja, þá gætu þeir ekki, þú veist, þá gætu þeir ekki komið með hérna, tjekkar hans að fyrir, þetta er lánið sem ég tók fyrir kvótanum, nei, þetta er lánið sem þú tókst upp á bátinn, skilur við. Þið eru að gera þetta ólulega og eru að komast upp með það, skilur við. Þannig að ef ég endurkalla kvotan aftur núna, þá er það bara búið spil. Já, ég stundum tala við fólk sem að svona, þannig sé styður kerfið, það er svona, já, þetta er ekki nógu gott, við getum kannski gert það betur og þá hafa þeir sagt, sko, þú getur ekki breytt kerfinu af því að þau eru búin að veðsetja þetta svo mikið og svo langt fram í tíman. Það er ólöglegt. Þú segir það er ólöglegt. Þau eru bara að komast fram með svona einhverju loophole. Þú mátt ekki veðsetja kvóta og mátt ekki veðsetja fiskauðlindina, skilur. Það er bannað. Það er bannað samkvæmt lögum. En það kannski skiptir ekki máli hvað lögin segja stundum. Nei, ég meina þú sér bara hvað er ákveðið fyrirtæki sem var í Namibíu að komast upp með, þú veist. Múta embættismönnum og aðræna heila þjóð. Mjög fátæka þjóð. Svo er það líka sko að þeir eru komnir yfir kvótaþakið til dæmis. Þeir eru komnir miklu meira, það stendur í lögum að Samherji megi bara eiga, þú veist, þú mátt ekki eiga meira en 12% af allir kökunni, heldar aflamarki. Þú veist, Samherji, smalið betur þeir eru komið langt fram yfir þetta út af því þeir eiga síldarvinnsluna, skilur. Og svo er annað fyrirtæki með ákveðnum einstakling sem er oft kallaður vinalösi að þeir eru hérna með fyrirtæki, eru líka komið fram yfir þetta, skilur. Þannig að þessar reglur voru setta til þess að koma í veg fyrir þessa samþykku og þeir hafa 3 ár til þess að laga þetta. Býtu ef að ég fer hérna næst þegar ég keyri á 220 á Reykjanesbrautinni, ekki það að ég gera það, skilur, og löggan tekur mig og ég þá bara setjast upp í lögreglubílinn og segja, hérna, getum við ekki bara, ef við ekki bara reyna að lesa þetta, hérna, getum við ekki bara tala um þetta 3 ár, þú veist, teki bara þennan hraðakstur og gert meðaltali bara frá því. Á ekki með lögum landbyggja, er það ekki alltaf sagt? Man finnst svo hrikalegt að fólk er að brjóta lög og það er verið að gera þetta, veist, hvað átt ekki að vera bara, skilur, að með lög að vera framfylgja heim og að brýta lögin þá átt að vera að sækja rétt gagnvartir, dregin til ábyrgðar og hlutum breytt. Í hinu fullkomna réttarkerfi er það þannig, en ég meina að þú sér það bara að þú veist þessi smærri aðilar, þú veist þegar það verið að brjóta lög, þegar stórir aðilar, þegar fjársterkir aðilar brjóta lög, þú veist bara segjum svo að hérna bara einstæð móðir það kemur einhver ríkur kall og stelur bílnum hennar, skilur, þú veist, kannski ekki alveg, ég held að þetta er svolítið léleg samlíking, en hún, sem sagt, ef það er brotið á henni, hún þarf að fá sér lögfræðing, það kostar pening, hefur hún efna á lögfræðing, er réttarkerfi fyrir alla? Nei, þú veist, það er eitthvað sem heitir gjafasókn, þú farð hana einu sinni sem að ríki borga það fyrir því, en eftir það þá ertu bara, þú veist. Ertu með svona ticket bara yfir æðina? Þú ert með miða. Heyrðu, ef þú lendir í áfalli, þá er hérna, ekki komast úr fangelsi. Hugsanlega kannski setja einhvern í fangelsi verið að brjóta þér. Já, þú fær hérna eina lögfræði málsferð einu sinni. Passaði ekki? Já, það er líka veit, sko. Heyrðu Þórólfur, ég held við getum talað alveg miklu lengur en ég held við segjum þetta gott núna og við kannski fáum þig aftur seinna að tala meira. Það er nógu að taka, sko. Akkurat. Heyrðu, takk hérlega fyrir hlustendur og áhorfendur og við sjáumst næsta mánudag klukkan 9. Farið vel. Góða nótt.